Skattaráðgjafar sem hafa unnið að því að stofna aflandsfélög fyrir fólk hljóta á endanum að verða dregnir til ábyrgðar, segir ríkisskattstjóri. Skattundanskot hérlendis nema tugum milljarða á ári og hann segir gögn embættisins sýna að mikill minnihluti aflandsfélaga sé gefinn upp til skatts. Við ræðum við Skúla Eggert Þórðarson í þættinum. Ef við byrjum á ríkisskattstjóra og afstöðu embættisins til aflandsfélaga. Hún ósköp einfaldlega sú ef það gert grein fyrir þessu á framtali, þar að segja það gert grein fyrir því að félag sé til og þeim tekjum og eignum sem af því skal greiða skatta, lögum samkvæmt, þá gera íslensk skattayfirvöld engar athugasemdir við það þó að menn noti félag í einhverjum lágskattasvæðum. Þú hefur sagt að það sé minnihluti sem það gerir. Á hverju byggir það? Það byggi ég á meðal annars á þeim listum sem keyptir voru hér á síðasta ári og við erum búin að eyða dálítið miklum tíma í að greina og fara yfir og bera saman við framtöl. Og niðurstaðan úr þeim lista er fyrst og fremst svo að minni hluti þeirra aðeila, meira sem mikill minni hluti, gerir grein fyrir þessu eignarhaldi á framtölum. Þetta er vandamál út allan heim, þetta er sameiginlegt baráttumál skattyfirvalda allstaðar í Evrópu að komast fyrir þetta, fá upplýsingar og berja leyndina niður. Nú hefur verið rætt alþjóðlegt samstarf, OECD samninga upplýsingaskipta samninga. Hversu miklu máli skipta þeir? Virkar þetta? Þeir skipta gríðarlegu máli, já, þetta virkar. Við fáum upplýsingar eiginlega frá flestum löndum núorðið, en það hefur líka orðið mikil breyting á, við getum sagt svona síðustu 8 til 10 árum. Og breytingin felst fyrst og fremst í því að það er orðið hugarfarsbreyting. Og hún sú að þetta sé ekki eðlilegt. Við vitum það að mörg af stærstu fyrirtækjum í heimi hafa sett upp kerfi ýmiss konar félaga sem eru komið þannig fyrir að þetta lendir í lágskattasvæðum, stór hluti af hagnaðinum og þannig hafa mörg fyrirtæki kerfisbundið komist hjá greiðslusköttum. Á þessu miklu meiri skilningur í dag og það sem skiptir mestu máli að ríkisstjórnir, fjölmargra ríkja, geta ekki lengur sætt sig við þetta. Þú líka talað fælingamáttinn að menn séu kannski ekki endilega mjög hræddir við að svíkja undan skatti. Það býti ekki nóg. Hvers vegna segir það? Já, ef við tökum nú almennt bara skatt undan skot, þá það nú þannig, svo sorglegt sem það að segja frá því, að þá hefur þetta verið kannað sérstaklega hjá Íslendingum 3 sinnum á það bil 30 árum. Hvert viðhorf þitt til þess að fá tekjur og telja þær ekki fram ef þú heldur að það komist ekki upp og ef þú heldur að skattyfirvöld fá ekki þessar upplýsingar. Meiri hluti þeirra, og töluverður meiri hluti, svarar því játandi að þeir séu til í að taka við tekjum og án skattlagningar ef þeir halda að það komist ekki upp. En það athyglisvert í þessu samhengi að það sama hlutfall sem þeirra skoðunar að refsingar við skattundanskotum þurfa að vera miklar. Þannig að það í þessu sá tvöfaldi mórall. Og síðan lögunum breytt 1995, þar að segja að þá sett upp það sem við getum kallað samræmt kerfi viðurlaga. Þar að segja þá meiri háttar skattalega brot gerður refsiverð samkvæmt almennum hegningarlögum og sett inn lágmarkssekt. En refsivarslan eftir að dómur gengur hefur verið með þeim hætti að það liggur fyrir núna að mikill meiri hluti af sektum vegna skattalega brota ekki greiddur. Af hverju ekki? Já, það væntanlega vegna þess að eftirfylgnin hefur ekki verið nóg eða menn breyttu þessu í vararefsingu og vararefsingin var fólkin í samfélagsþjónustu eða einhverju slíku. Það hefur verið mjög mikil umræða núna undanfarna viku, skulum við segja, skattskil, þá sem kjósa að borga ekki til samfélagsins og kannski þá sérstaklega þá sem eru efnaðir og hefðu ráð á því. Já, það eitthvað athyglisvert á þessum listum sem við höfum séð, þar að segja þá sem eru skráðir í aflandsfélögum og eru með eignir sínar á þessum svæðum og
og greiða ekki skatta, þar að segja gera ekki grein fyrir því. Þetta nú í sjaldnast einhverju fátæklingar, heldur þetta nú yfirleitt sæmilega stætt fólk, en það lætur sig muna þá skattlagningu sem var af þessu lengsta, sem var 10%, og stærstu skattsvikamál sem komið hafa hér upp á undanförnum áratugum snérust einmitt það að koma sér hjá greiðslu á fjármagnstekjuskatti. Og hann var lengst af 10%, þó hann sé núna 20%. Þannig að það ekki vegna þess að menn hafi ekki efni á því að greiða skattana, heldur bara hreinlega vegna þess að menn vilja það ekki. Víða hér í löndunum í kringum okkur þar sem hefur verið fjallað þessi Panama-skjöl, að þá eru settar fram tölur það hversu miklu sé mögulega skotið undan skatti með þessum hætti, bæði með aflandsfélögum en svo kannski heildina. Þú settir fram töluna 83 milljarða króna og það þá í heild, eða hvað heildar undanskot á ári? Já, hvernig kemst það þessari niðurstöðu? Það starfshópur á vegum ríkisskattstjóraembættisins sem búinn að vinna að þessu í 2 ár og rúmlega það. 7 manna hópur sem leitaði víða fanga og laðist í mikla útreikninga á rannsóknir, meðal annars pælingar, hvernig þetta væri í öðrum ríkjum. Og niðurstaðan var þessi að starfshópurinn telur það vanti 83 milljarða á árinu 2015 í tekjur ríkis- og sveitarfélaga vegna undanskotinna tekna. Þar segja að það eru tekjur sem ekki gert grein fyrir og þeir skattar sem á það lagt. Það þarf reyndar að hafa það í huga hvað varðar svokallaða svarta atvinnustarfsemi, að það ekki endilega víst að allir þessi fjármunir myndu skila sér vegna þess að það verða kannski ekki öll viðskipti nema vegna þessi sumir hluti viðskiptuna verður vegna þess að þau eru ekki skattlögð. Það þarf að taka tillit til þess, en allavega það væri virkilega þess virði að leggja í það að reyna að ná drúgum hluta af þessum peningum. Þetta eru 10 milljarða. Þetta eru 10 milljarða alveg óumdeilt. Og þetta samt sem áður á svipuðu róli og í nágranna löndunum. Það að segja hlutfall af landsframleiðslu. Hvert verður framhaldið? Ég horfi björtum augum til þess að við getum náð drúgum hluta af þessu með hertri framkvæmd, betri lagaheimildum og síðan sem skiptir langmestu máli að það viðhorf sem endurspeglast í þjóðinni núna, að þetta sé ekki í lagi. Og það liggur alveg fyrir að það eru miklu færri sem hafa stofnað til aflandsfélaga núna á síðustu árum heldur en var á árunum fyrir hrun. Þar kannski mesta breytingin að skattundanskoti í gegnum fjármálakerfið ekki eins mikil. Nú eitt má bæta við og það þarf auðvitað að taka fastar á ábyrgð þeirra skattaráðgjafa sem setja upp slíku kerfi sem þarna eru og gera hlutdeild þeirra miklu skýrari og draga þá til ábyrgðar. Að þeir beri þá ábyrgð á því ef þetta ekki talið fram til skatts? Já, sko, það sem hefur verið að það venjulegt fólk hefur ekki þekking á þessu, það þarf að kaupa sér sérstaklega þjónustu til þess. Og það sá iðnaður sem í kringum þetta sem blómstrar í þessum lágskattasvæðum og í ákveðnum ríkjum í Evrópu. Og hér á Íslandi einnig fólk sem lifir að því að ráðleggja með þessum hætti. Og ætti það að taka ábyrgð á þeim skattum? Það hlýtur að koma að því að þessir aðilar verði dregnir til ábyrgðar. Það getur ekki gerst öðruvísi.